Hæ frá Íslandi. Hæ from Iceland. Very velkomin á skjáinn. Be welcome on the screen. And we are gonna keep on reading from the First Corinthians, and I'm gonna read from chapter 3 today, and and then we are gonna start this like we always do, and have a wonderful Thursday. Yndislegan fimmtudag í dag. On this wonderful Thursday. Yes, baby. Here we go. So we started with a little prayer. Okay. Já, Drottinn minn. Heilagan andi, biððu svo og blessi varir okkar og gefi þeim sem hlusta frið í huga sér og hjarta sitt, Drottinn minn. Blessa okkur öll í Jesú heilaga nafni, amen. Og við ætlum að lyfta upp 5 nöfnum upp í náðina. We're gonna lift up 5 names of the grace. Við ætlum að lyfta upp Steindóri. We're gonna lift up Steindór. Við ætlum að lyfta upp Óskari. We're gonna lift up Óskar. Við ætlum að lyfta upp Hafsteini. We're gonna lift up Hafsteinn. Við ætlum að lyfta upp Friðriki. We're gonna lift up Friðrik. Við ætlum að lyfta upp Köllu. We're gonna lift up Kalla. And we ask you to pray for them and ask God to bless them and ask the Holy Spirit to help them. And God knows what they are struggling with, and God will provide them with what they need, and so keep them up in the prayer. Og við biðjum ykkur sem eru að hlusta að halda þeim upp í bæn, og Guð veit hversu þið þurfa, og biðjum ykkur að blessa þau og halda þeim upp í bæn ykkar og halda þessum nöfnum sem við lyftum hér upp í okkar bænum, og heilagur andi blessi þau. Í Jesú nafni, amen, and everybody say amen. We're gonna, Yeah, I'm gonna read from the chapter now, and here I'm gonna start. Grundvöllur Kristur. Ég gat ekki, bræður, tala við yður eins og við andlega menn, heldur eins og við holdlega, eins og við ómálga í Kristi. Mjólk gaf ég yður að drekka, ekki fasta fæðu, því að enn þoldu þér það ekki, og þér þolið það jafnvel ekki enn, því að enn þá eru þér holdlegir menn. Fyrst metningur og þrátan er á meðal yðar, eru þér þá eigið holdlegir og hefðið yður á mannahátt. Þegar einn segir, ég Páls, og annar, ég Apollos, eru þér þá ekki eins og hverjir aðrir menn? Hvað þá Apollos? Já, hvað þá Páll? Þjónar sem hafa leitt yður til trúar, og það eins og Drottinn hefur gefið hvorum sig, og gróðursett Apollos vökvaði, en Guð gaf vöxtinn. Þannig þá hvorki sá neitt gróðursettur, né sá vökvar, heldur Guð sem vöxtinn gefur. Sá sem gróðursettur, sá sem vökvar eru eitt, en sér hver mun fá laun eftir sínu erfiði, því að samverkamenn Guðs erum vér, og þér eru Guðs akurlendi, Guðs hús. Eftir þeirra náð sem Guð hefur veitt mér, hef ég eins og vitur húsameistari lagt grundvöll annar byggir á. En sér hver athugi hvernig hann byggir. Annan grundvöll getur enginn lagt en þann sem lagður sem Jesú Kristur. En ef
einhver byggir ofan á grundvöllin, gull, silfur, dýra steina, tré, hey eða hálm, þá mun verk hvers sig verða augljóst. Dagur mun leiða það í ljós af því að hann opinberast mér með eldi og eldurinn mun prófa hvílíkt verk hvers og eins er. Ef nú verk einhvers færa staðist, það hann byggi ofan á, mun hann taka laun. Ef verk einhvers brennur upp, mun hann bíða tjón. Sjálfur mun hann frelsaður verða, en þó eins og úr eldi. Vitið þér eigi að þér eru musteri Guðs og andi Guðs býr í yður. Ef nokkur eyðir musteri Guðs, mun Guð eyða honum. Því musteri Guðs er heilagt og þér eruð musteri. Enginn dragi sjálfan sig á tálar. Ef nokkur þykist vitur yðar á meðal í þessum heimi, verði hann fyrst heimskur til þess að hann verði vitur. Því að speki þessa heims er heimska hjá Guði. Ritað hann sá sem grípur hina vitru í slægð þeirra og aftur. Drottinn þekkir hugsanir vitringana, að þær eru hégómlegar. Fyrir því stærir enginn sig af mönnum, því að allt yðar, hvort heldur Páll, Apollos eða Kefas, heimurinn lifi eða dauði, hið yfirstandandi, hið komandi, allt yðar, en þér eruð Krist og Kristur Guðs. Í Jesu nafni, amen. Jesu nafni, amen. In Jesus' name, amen. And everybody say amen. And now we're gonna play this in English so everybody understands. 1 Corinthians chapter 3. Brothers and sisters, I could not address you as people who live by the Spirit, but as people who are still worldly, mere infants in Christ. I gave you milk, not solid food, for you are not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. You are still worldly. For since there is jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Are you not acting like mere humans? For when one says, I follow Paul, and another, I follow Apollos, are you not mere human beings? What after all is Apollos, and what is Paul? Only servants, through whom you came to believe, as the Lord has assigned to each his task. I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. So neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who makes things grow. The one who plants and the one who waters have one purpose, and they will each be rewarded according to their own labor. For we are fellow workers in God's service. You are God's field, God's building. By the grace God has given me, I laid a foundation as a wise builder, and someone else is building on it. But each one should build with care. For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. If anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work. But if what has been built survives, the builder will receive a reward. If it is burned up, the builder will suffer loss, but yet will be saved, even though only as one escaping through the flames. Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit lives among you? If anyone destroys God's temple, God will destroy that person, for God's temple is sacred, and you together are that temple. Do not deceive yourselves. If any of you think you are wise by the standards of this age, you should become fools so that you may become wise. For the wisdom of this world is foolishness in God's sight. As it is written, He catches the wise in their craftiness. And again, the Lord knows that the thoughts of the wise are futile. So then, no more boasting about human leaders. All things are yours, whether Paul
or Apollos, or Cephas, or the world, or life, or death, or the present, or the future, all are yours, and you are of Christ, and Christ is of God. Í Jesu nafni, amen. In Jesus' name, amen. And everybody say amen. And we are the temple of God. Við erum mustur Guðs. We are the temple. So God protects us like he says right here in the scripture. And what he tells is the truth. Amen. Amen. And we are just reading the truth from God. In Jesus' name, amen. Við erum bara að lesa sannleikann frá Guði og konum áleiðis hér á til þíns sem ert að hlusta og megi Guð blessa þig og munið að vera góð við hvort annað, verið góð við náungan, blessið hóðin ykkar og þá fer allt vel og þá er allt gott. Remember, be good to each other and, and bless your enemy, and then everything will be good. And God always blesses the one who is true and is spreading the good news. And so we spread the good news like he taught us to do, and like you are doing. I know you're all doing or watching. Ég veit að þið eru að gera það öll sem eru að hlusta og ég veit að þið standið ykkur í því að bera út orðið og blessa fólk og vera góðið hvort annað og það er það besta sem það gerir, það er að fá að blessa fólk og fá að gefa af sér og gera eitthvað gott fyrir náungan og þá líður manni vel í hjartanu og það er dýrmæt gjöf sem Guð gefur okkur. Í Jesu nafni, amen. In Jesus' name, amen, amen. And now we are gonna finish this on this wonderful Thursday. Og við ætlum að enda þessu á þessum yndislega fimmtudegi. Og þá ætlum við að enda þetta á bænir sem Kristur kenndi okkur. And we're gonna end this on the prayer that Christ taught us. And in Jesus' name. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomin þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir og voru skuldunautum. Haltu oss frá freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Amen. And we send our love from Iceland. Við sendum ykkur okkar ást hérna á Íslandi og við elskum ykkur og sjáumst á morgun. And we see you tomorrow and we keep on reading for the Corinthian and may God bless you with these words that he was telling you today. And have a very nice day. And we love you. Love you from Iceland. Bye bye.